Já, góður hlustundur og áhorfendur, velkomin að Rauðaborðinu. Við sitjum hérna og erum að reyna að átta okkur á samfélaginu sem við búum í og nú ætlum við að horfa sérstaklega til umhverfismála og aðgerða stjórnvalda vegna hamfarahlýnunar af mannavöldum. Velta okkur aðeins fyrir okkur hvað aðgerðir það eru sem er drifið í, hvort það séu þær sem að mest liggur á, þær sem er auðveldast að ná í gegn, eða þær sem þeir sem hafa mest völdin geta helst sett sér við. Til þess að ræða þetta og ýmislegt sem að tengist þessum málum eru komin hingað gott fólk. Andrés Ingi Jónsson, þingmaður, Jökull Sólberg Auðunsson, ráðgjafi og Þórhildur Fjóla Kristjánsdóttir sem er framkvæmdastjóri grænni byggðar og er líka varaformaður Landverndar. Verið öll velkomin. Má ég kannski bara byrja á þér, Andrés, að spyrja því svona á þessum nótum sem ég var að segja núna, hvað er það sem að ræður því í hvaða aðgerðir við erum að ráðast og í hvaða aðgerðir við ráðumst fyrst? Er það sem er auðveldast að fá samþykkt? Er það sem að er svona vinsælt í samfélaginu? Er það sem er mest áríðandi eða er það sem að hinn valdamiklu og auðugu geta helst sett sér við? Ég held við séum að allum vendipunkt í þessu að því að meðvitundin á nauðsynni þess að gera eitthvað róttækt hefur verið að vaksa bara veldisvext á síðustu árum. Þannig að allt í einu er rosalega vilji hjá stjórnmálum að gera eitthvað. En þá er akkurat þá eru aðgerðina sem er gripið til, það er orkað dálítið oft tvímælis. Við erum að dæla út milljörðum í alls konar ívilnanir. Hagræni hvatar er tískorði sem að bara allt litur og stjórnmálana er orðið sátt við, en það er alltaf bara önnur hliðin ennþá. Við erum ennþá í því að koma með ívilnanir til þeirra sem að við viljum ýta í grænu áttina, hjálpa fólki að kaupa rafmagnsbíla til að styðja við orkuskipti og allt svoleiðis. En það er ennþá feimni við að taka á hinum endanum, að fara að skrúfa upp gjöld á mengandi bílum og mengandi iðnaði og koma með bara aðeins harðara regluverk. Og þetta veldur ójafnvægi í þeim aðgerðum sem við grípum til. Og ójafnvægið lýsir sér í því meðal annars að ég heldur sem ekki að fá allt það fyrir peningin sem við gætum verið að fá. Svo við tökum bílana bara sem einfalt dæmi, meðan við erum að dæla út milljörðum í rafmagnsbíla, þá gætum við verið að taka þá inn hinum megin á mengandi bílum til þess að þetta yrði bara kerfi sem viðheldi sér sjálft og myndi hjálpa fólki að færa sig yfir. Og síðan alltaf því að ívilnanir þær ganga helst til fólks sem að hefur efni á ákveðnum hlutum til að byrja með, þá erum við ekki að ná til innan efna minni, þannig að við erum að niðurgreiða tengiltvinnjeppa og rafmagnsbíla til millistétta fólks, en eftir situr liðið á gömlu bensínjálkunum sem að hefur ekki efnaði að kaupa nýjan bíl og upplifir sig sem hluta af vandanum einfaldlega vegna þess að við erum ekki farin að koma til móts við það til að hjálpa því að vera hluta lausninni. En er þetta allt saman góðar aðgerðir út frá svona umhverfissjónarmiðum, ef það myndi bara horfa á það, til þess að styrkja fólk til að kaupa tvinnbíla, er það klók aðgerð? Ekki lengur. Þetta var mjög fín svona millibils aðgerð meðan við vorum að setja orkuskiptin af stað og svona byrja að búa til kunnahóp til dæmis fyrir hleðslustöðva og svoleiðis. En í dag, og þetta er eitthvað sem að fjármálaráðherra lagði til fyrir 1,5 ári, hann lagði til að við myndum bara hætta að styrkja sérstaklega tengiltvinnbíla, en þingið bakkaði með það og ákvað að halda því áfram. Þetta er rosalega dýr aðgerð og það hefur ekki verið metið hverju hún skilar bara í tonnum af koltvísýringi sem að hún sparar. Og það kannski einkenni líka ástandið á þessum tímapunkti, þar sem að við vitum af þörfinni og það er vilji til að setja peningi í aðgerðir, en við erum ekki endilega komið verkfærin hjá stjórnvöldum til að hafa vita á því hvert er best að setja peningin. Þannig að þetta er aldrei svona, þetta vill verða aldrei kaotískt. Þórhildur, hvernig er þetta út fyrir þér?
þetta kannski þannig að allt sem gert sem að gæti kallast grænt og gæti kallast eitthvað skref í einhver átt eru bara góð í sjálfum sér og við megum helst ekki fara að deila það hvað það því að þá getum við mistað og þess vegna kannski ekki svo góð umræða það hvað best að gera fyrst, hvernig væri hægt að nýta þessa peninga best og annað slíkt. Sko, það sem kannski ég held þetta sem ég þarf umræða hvaða aðgerðir skila bestum árangri og þetta sem líka mjög þarf umræða að taka sko þetta bara félagslega sjónarmið að því að eins og Landvernd hefur mjög oft verið að tala fyrir að sem sagt að hækka kolefnisskatta og nú erum við núna nýbúin að hækka kolefnisskatta og búin að segja að hækka enn meira og við viljum að kolefnisskattar verði hærra, það á að vera dýrara að menga. Ég tekur hann algjörlega undir það með Andrési. Við þurfum að vera duglegri að nota rauninni stjórna markaðnum þannig að það dýrara að menga. Það alltaf ódýrt í dag. En ef það verður þá dýrara dísellinn og bensinni fyrir fólk sem fast á gamla díselbílnum sínum, þá það hann ekki sanngjörn loftslagsaðgerð. Þannig að við myndum segja að á móti það að koma eitthvað við lágtekjufólk, þessi myndir láta þetta einmitt eins og hann að lýsa þessan Andrés, einhvern veginn eins og bara með rafbíluna, að þú færir skatta inn á einum stað og þá getur þú stutt við eitthvað á öðrum stað. En ef þú hækkar ekki kolefnisgjöld, þá færður einu minna fjárhagslegt svigrúm til að fara líka í einhverja svona félagslega jafnaðan aðgerðir sem þess að reyna þess láta þetta bitna ekki illa á þeim sem eru fastir í að vera á bíl og vera á bíl sem með jarðefnaeldsneyti. En ég held að það eru mjög margar aðgerðir sem myndum vilja sjá líka við sem sagt hjá Landvernd búin að benda á að loftslagsvandinn og loftslags sem sagt breytingar þar eiga eftir að bitna mest eða verst á þróunarlöndum. Og við vitum alveg að þurrkar, uppskera, flóð það mikið af þróunarlöndum sem ekki á sama stað og vestræn ríki sem eru sökudólgarnir að mest í þessu í að bregðast við þessu og við getum bara kannski fjármagn til þess að byggja stærri varnargarða en alls þar ekki möguleikar á þessu þannig að við líka að tala fyrir svona eins og bara sósíalréttfærdigheit það klímaréttfærdigheit eða climate justice sú hreyfing mjög öflug alþjóðlega og Landvernd hefur líka viljað styðja við hann og fá þennan vinkil sko meira inn í umræðina hér af því að þetta alþjóðlegt vandamál og við sökudólgarnir á Vesturlöndum við búin að menga langmest og það sést á öllum tölum loftslagsmál að þeir sem ríkir þeir að rauninu bara meiri neysla, stærri hús, fleiri bílar jafnvel einkaflugvélar þannig að þetta ekki vandamál sem kemur en þetta bitnar á þeim fátækari ríkjum þá þeir hafa ekki verið hluti af vandamálinu. Þannig að við eigum að tala umhverfismál út frá ójöfnuði bæði innan okkar samfélags á milli stétta og eins á milli þjóða og landa. Já, þetta fekk nefnilega bakslag bara aðeins að segja í Noregi sko, af því að þeir voru að styrkja svo mikið Tesluna og rafmagnsbílar fengu bæði að keyra á strætóbrautum og alls konar styrki og Tesla náttúrulega lúxusbíl. Þannig þið fengu þetta svolítið í andlitið að akkur að gera þetta og hvað þá að gera fyrir alla til þess að geta hjálpað öllum á þá bara að kaupa sig frían í þessu. Þannig að það mjög mikilvægt að taka þessa umræðu og gera það vel og huga öllum þessum þáttum. En við hljótum líka að vera að styrkja testuna alla verða þannig að maður færi allar stæðinir í bæ fyrir testunum. En ég meina það enda, sko, ég ekki að gagnrýna það bara að passa að gera eitthvað annað á móti líka, að rafbílavæðingin og orkuskipti samgöngum í sjálfu sér mjög jákvæð og sérstaklega fyrir Ísland sem getur bara hægt að flytja en jarðefnaeldsneyti, það samfélagslega hagkvæmt að gera það og þá getur við verið rauninni, við þurfum bara ekki bara að vera að styðja Teslinu, við höfum bara að vera að gera fleiri atriði og hækka þá kolefnisskattana og fá meira fjárhagslegt svigrúm til þess að fara í fleiri aðgerðir sem geta þá hjálpað öllum. Já, og svo ég skilji þig rétt að því að þú nefndir þetta áðan að ef það væri sett auka gjald á díselbílana að þá verður að vera svo hátt að það kannski greiðir niður afsláttinn til rafmagnsbílana en líka til þess að mæta stéttarlegum áhrifum þannig að hinir lægst launuðu
verði studdir sérstaklega eiginlega utan þessa kerfis bara með því að hækka lágmarkslaun eða með einhverjum hætti að bæta kjör þeirra til þess að þeir geti mætt hærra gjaldi út af dísilum. Var það rétt skilja hann? Þetta sé bæði innan kerfisins en líka félagslega þáttinn sem að aukin gjaldtaka á dísilum myndi hafa á lægslaunin. Svona nokkurn veginn, já, en þetta náttúrulega bara yfir allt kerfið. Það þarf að breyta skattalegum ívilnunum og skattaálögum og svo framvegis. En þetta nokkurn veginn það sem ég var að segja, já. Við erum svolítið að tala orkuskiptin í umferðinni í það var allavega þitt helsta hugðarefni. Sérðu getur útskipt fyrir okkur hvað við erum að gera rangt og hvað við erum kannski að gera of lítið, það kannski annað, en hvað við erum að gera rangt? Já, tek undir með Andrési að ég held að forsaðan á bak við ívilnunarkerfið okkar svolítið, við vorum að horfa til Noregs sem hvað fremst og í þessu og hlutur rafbíla í bara svona svo tökum smá tölfræði, þá hlutur rafbíla í nýskráningum í Noregi komin í 54%, það er ekki að tala tengiltvinnbíla og heldur bara hreina rafbíla eins og Tesla og Volkswagen nýju bílarnir og Volkswagen að taka fram á Tesla núna í Noregi, í Evrópu og bara hafa mjög gaman að greina, rafbíla byltinguna út af fyrir sig. En já, sagan þannig að við pekum þetta svolítið upp, þetta Noregi, gerum mjög svipað kerfi, en svo svona smá variation á kerfinu okkar og það svolítið það sem Andrés var að tala um að við erum með ansi sterka ívilnun fyrir tengiltvinnbíla og erum ekki endilega að taka með hversu stór rafhlaðan á þeim bílum. Þannig að mjög marg Outlander mest seldi bíli núna það sem af ár á Íslandi. Það bíl með mjög litla rafhlöðu sem þýðir að þú stóður hlaðarinn heima hjá þér, þá ertu ansi hratt farin að nota hann sem veljan bíl sem mengar. Þannig harðlega spurning, þetta ívilnunarkerfi mjög grænt eða ekki? Þannig að þú var 1 milljón króna afslátt fyrir nýjan bílarna. Í mörgum tilfellum fólk einfaldlega ekki að stinga þeim í hleðslu heima hjá sér, býr kannski í fjölbýlishúsi eða eitthvað slíkt og bara ekki með aðstöðu, hefur ekki sett upp hleðslustöð. Og það sem rannsóknir hafa sýnt meira og meira að útblásturskildi sem að rafbílaframleiðendur leyfa sér að setja á tengiltvinnbílana stenst ekki. Og jafnvel þó fólk sé að hlaða af og til, þá bara miklu meiri útblástur frá tengiltvinnbílum en framleiðendur gefa frá sér í sinni tölfræði sem líka ákveð eftirlit með. Þannig að þó þessi eftirlit með þessari tölu útblásturskildinu þá það bara ekki að standast í svona raunakstri. Þannig að ég set spurningamerki við hversu grænt þetta og svo hins spurningi með jöfnuðinn við erum með bílaflotan og ímyndaðar sem svona stabla þar sem nýju bílarnir eru efst og nýskráningarnar hlaðast upp á toppinn og svo þetta svona setlu þar sem bílarnir eldast og verða kannski hámarkið 30 ára og meðalaldur á bíl sem settur á haugana og með fargaðinni kannski svona 12 til 15 ár en þeir sumir bílar hanga mun lengur náttúrulega inni. Neðsta lagið líka hægt að vera með grænar ívilnanir þar. Segja ef þú ert með bíl sem orðinn gamall og hann með mjög háan rekstrarkostnað og með mjög hátt útblásturskildu vegna þess að eyðir með mikla, með gamla vél og svo framvegis, þetta eru verstu bílarnir. Af hverju ekki bara borga fyrir að afskrá þá og leggja bara fram gjöld sem að renna til þeirra eigenda sem að mætti vera bara skilyrðislaus, bara 100-200-300.000 krónur fyrir að afskráða þessa bíla, þá getum við fækkað rosalega í bílaflotanum. Oft þetta bara bíldruslir sem eru kannski bara við það að sé ekki númeraplötur að þeim og þetta bara taka bara borgarplásan við verum að endurheimta fullt af borgarlandi og ýmislegt fleira og þetta væri mjög áhrifarík aðgerð og hún myndi dreifast betur á tekjuhópana, miklu betur og það væri þetta skilyrði þessa upphæð að þú mættir kaupa strætópassa eða rafhjól eða jafnvel hægt að kaupa grænni bíl eða einhver tilfellum þar sem að búsetin þannig að þú ert bara ekki þjónustar almenningssamgöngum ekki. Ég verið til í alls konar útfærslu af þessu en þetta ég borið þessu hugmyndaborð mjög oft og hún fær yfirleitt hún hefur ekki komið til umræði eftir því sem ég best veit í neinum ívilnana umræðum á þingi. Þú nefndir norsku leiðina, við hefum svo upphafi farið tekið mið af þeim aðferðum sem að normenn nota. Skildi svo á milli, hafa normenninni þróað sitt kerfi lengra og öðruvísi heldur en við eða akkur tókstu svona til orða? Já, við erum að halda lífi í plug-in hybrid bílunum
og eru með miklu rausnarlegri niðurfellingu þeim meðan að Norðmennirnir eru með niðurfellingu á virðisauka fyrir 100% hreinorkubíla sem eru þess að rafbílarnir og vetnisbílar í einhverju tilfellum sem er miklu minna af. Þetta eru alveg rafbílar í dag í nýskráningunum. Á meðan að við erum með svona þrepaskipt virðisauka prógrama sem að niðurfellingin er hátt í Andrés kannski leiðir með þetta vittlustun. Þetta er þessi 1 milljón fyrir allt 900.000 fyrir tengiltvinnbílinn og hærri upphæð fyrir hreinan rafbíl. Á meðan í Noregi eru tengiltvinnbílarnir meira bara þú fær eitthvað smá afslátt byggt á hversu þungur bílinn er og svo framvegis. Svo er annað sko í þessu að óréttlætið er eiginlega nær ennþá lengra vegna þess að þegar fólk fer á dæluna og setur eldsneyti á bílinn sinn, þá borgar alls konar gjöld sem halda uppi sem margir álita svo að þetta sé svona tekjustopp fyrir vegagerð og viðhalda á gatnakerfinu og aðgang að þessum sameiginlegu innviðum og gott og vel. En notendur rafbíla, þeir fara aldrei á dæluna. Þannig að þessi notendahópur að sleppa ótrúlega vel. Og ef þú reiknar ekstrakostnað á Teslubíl sem endist jafnvel lengur heldur en venjulegur bíl, þá er mjög lítið af rekstrarkostnaðinum það sem rennur í samsjóðina. Þannig að við erum eiginlega með svona tvöfalda skekkju í þessu og þessi seinna sem ég er að minnast að núna, hún er jafnvel ennþá verri að við reiknar þetta alveg upp sko. Að hátekjuheimilin eru ekki að leggja neitt til í vegagerð og gatnagerð lengur og það er náttúrulega hægt að leiðrétta þetta. Segjum á þessu 15 árum áður en að Tesla fer á haugan eftir 15 ár, þá kannski árið 7 þá loksins tekst okkur að leiðrétta þetta en árin tikka og við erum búin að vera allt og lengi í þessu prógrami. Og við þurfum að fara að endurskoða þetta og taka upp kerfið þar sem við erum að taka gjaldtöku eftir kílómetrum eða eitthvað slíku. Ég veit ekki nákvæmlega hvað kerfið þetta vera en þetta er ekki sanngjarnt kerfið sem er í gangi í dag. En ég held sko að ástæðan fyrir að við séum orðin þetta aftarlega á meirinni með að við Noreg sé að hluta til bara sko eins döllóða hljómar bara vegna þess að stjórnsýslan okkar er rosalega veik og við eigum alveg skýrslu sem sýna það í loftslagsmálum þá er hún alveg fáránlega veik og þar að ekki þá eru allar stóru ákvarðanirnar sem snerta loftslagsmál tekin annar staðar. Þannig að svo við tökum tengiltvinnbílana aftur sem dæmi þá eru ákvarðanirnar að framlengja ívilnanir þar teknar af efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og það var fjármálaráðherra sem að lagði fram það frumvarp. Umhverfisráðherra kemur aldrei að þessu máli eða umhverfisnefnd þingsins, einhver með sko sérþekkingu á þessum málum kemur aldrei að þeim, heldur að það bara bílgreinasambandi sem að hnippir í sína menn í efnahags- og viðskiptanefnd og þá er málum reddað. Og sko við erum að tala bara stórar upphæðir, ég með nefnir tengiltvinnbíll fær 960.000 í ívilnun og rafmagnsbíll fær 1560.000, 1,5 milljón. Þegar þetta tekið saman þá voru á síðasta ári tengiltvinnbílar að taka sko tæpa 2 milljarða og rafmagnsbílar að taka rúma 2 milljarða. Þannig að 4,5 milljarður fóru í þessa niðurgreiðslu sem er alveg fínt svo langt þegar nær. Þetta er hluti af orkuskiptum í samgöngum en við þurfum þá að vera með augun alveg galopin fyrir því að þetta er peningur sem er tekin sko ekki af mengandi hlið jöfnunar, heldur bara úr ríkissjóði og þetta er peningur sem er að renna til fólks sem hefur efni á rosalega dýrum bílum. Og síðan Má ég aðeins skjóta inn að þess Andrés, að því að svona í upphafi kórónukreppunnar þá var svolítið verið að ræða það vegna þess að björgunaraðgerðirnar kæmu allar út úr almannasjóðum og því fé fylgir alltaf svona ákveðin réttlætiskrafa. Þetta er fé með forsögu, þannig að við megum raunverulega ekki ráðstafið í nema að því fylgi eitthvað svona félagslegt réttlæti. Og eins og Jökull lýsir þessu að þá fara þessi 4,5 milljarður að mestu leyti kannski til innan svona betur sett fólks, ekki endilega ríkisbubba, svona efri hluta af millistéttarinnar sem að fær styrk til þess að fara inn í rafmagnsbíla umhverfið, þar sem það losna síðan við að borga bensíngjöld sem að halda uppi uppbyggingu vegakerfisins og þetta hljómar sem bara mjög ósanngjarnt kerfi að þess að þetta sækja peninga út úr ríkissjóði og deilaði með þessum hætti. Þetta minnir mig á skuldaniðurfellingu Sigmundar Davíðs sem að fór bara til hinna betur settu. En ég held að við skulum passa okkur að fara ekki alveg út í öfgar í þessu því að orkuskipti í samgöngum er ekki langt komin á Íslandi með annar staðar og við það langt í landana að við kannski ekki lendi í einhverju skotgröfum núna hvort að við séum að gera þetta að hitta vitlaust. Ég held að þessi punktar sem Jökull Sólbúl er að koma með eru gríðarlega mikilvægir inn í umræðina
en ekki fara að slá niður allt hitt, af því að það rauninni land til land og mjög mikilvægt að við séum rauninni að tala jákvætt þær, að tala upp að það sé verið að gera eitthvað. Það bara því miður þannig Ég bara hafnaði að ég sé að í einhverjum skotgröfum ég að tala félagslegt réttlæti og það bara almenna í samfélaginu. Það ekki skotgröf. Nei, ég meint það ekki þú, en ég held bara svo rosalega mikilvægt að við þurfum ekki núna að segja að það eigi bara hætta að styðja við þessa rafbílavæðingu vegna hún ekki fullkomin. Held ég sé bara mikilvægt að við höldum því inni að tala alla þessa vinkla. Það eiginlega bara það, ég meinti ekki það, en ég held bara, því annars getum við skotið okkur svolítið í fótinn að þá fer líka bara umræðan einhvern veginn að verða svo neikvæð þetta og það nákvæmlega það sem gerist. Þeir sem vilja ekki gera neitt, þeir vilja innanhús rifrildi eða einhver rifrildi á milli fólks. Við skulum tala 2 milljarðar sem fara í tvinnbílana sem að hafa svona vafasama árangur út frá umhverfismálum og við vitum að þeir eru svona frekar dýrari bílar. Þetta er náttúrulega 2 vélar í þessu bílum, þannig að þeir eru automatist dýrari. 2 milljarðar, pröfum að tala það núna. Hvernig mætti nota það betur? Gætum við náð meiri árangri í orkuskiptunum heldur en að með því að styrkja tvinnbílaköp? Já, ég meina það er hægt að gera ótrúlega mikið með hvern einasta milljarð. Þetta eru brjálæðislegar upphæðir. Við vorum með, fyrir 10 árum þá var sett af stað samstarfsverkefni ríkis og borgar rekstur á strætó til að láta hann ganga aðeins meira á sunnudagsmorgnum og meira inn í kvöldin og tíðar og svoleiðis. Og það hljómaði upp á 1 milljarð á ári og breytti bara heilmiklu. Hugsa, hver einasti milljarður inn í strætókerfið eins og það breyti miklu og síðan hver einasti milljarður í að flýta borgarlínu hefur mikið að segja til þess að koma henni áfram. En samt erum alltaf að tala mjög litlar upphæðir með það sem að fólk síðan tilbúið til að setja í gamaldags framkvæmdir án þess að einu svona hiksta. Þannig að við vorum að fá skýrslu í gær Sundabraut sem að bara á útsöluprís á 70 milljarða með brú miðað við 83 milljarða með göngum. Þetta eru hvor upphæðum sig myndi nægja til að dekka borgarlínu komplett. En við þurfum að kreista borgarlínu peningin út með töngum en allir ráðandi stjórnmálamenn eru mjög áfram Sundabrautina vegna þess að hún sé svo augljóslega góð. Og talað Andrés, kannski veist þú þetta betur en ég, talað þá Sundabraut að fara í svona public-private partnership eða svona samstarfsverkefni með einkafyrirtæki eða gjaldtöku það framhald því. Já. Þannig að mér finnst þetta að vera svona rauði þráður, en ef þetta svona fittar inn í eitthvað sem hentar enga að gera, þá fer þetta mun hraðar af stað og mætir færri hindrunum. Mér finnst það óþægileg tilhugsun. Að við séum í samfélagi sem óréttlátt. Við getum því að við erum að tala hvernig við mætum loftslagsvánni, en þá hefur það líka komið fram í hvernig við mætum kórónufaraldrinum. Það hefur komið látlaust fréttir það að stærsti hlutin af upphæðunum fer til stærstu fyrirtækjanna. Núna í dag voru fréttir bláa lónið. Við þekkjum það líka í nýsköpun og öðru slíku. Það svona tillögur það að peningarnir sem eiga að fara í nýsköpun farvegurinn verði fundin til þess að setja þau inn í fyrirtækin. Frekar heldur en kannski til þess að efla inn í menntakerfinu eða eitthvað slíku. Það þannig að tillögur hvernig við að mæta framtíðin og áskorunum, að það eru bara þær tillögur sem að einhvern veginn bæta stöðu fjármagnseiganda, fyrirtækjaeiganda, hinna betursettu sem að fara í gegn, en hinnar eins og borgarlína eða strætó eða eitthvað, það bara komast ekki á flug. Og þið sem eru að berjast fyrir þessu, verðið svolítið að sætta ykkur við það, að ef þið ætla að koma með tillögur í umhverfismálum, að þá verður að vera þannig að það fitti inn í þennan hugsunarhátt. Já, allavega ef ég fer aftur í dæmi með bílaflotan út með nýju bílana efstu uppi og gamlu bílana niðri og markmiðið í því tilfelli og höldum til haga vegasamgöngur og losun frá vegasamgöngum stærsti staki liður losunar á Íslandi á beinni ábyrgð stjórnvalda. Þannig að maður ekki orðinn eitthvað svona obsessed á að tala alltaf bara þennan útblástur. Það er góð ástæða fyrir því vegna þess að þetta stærsti flokkurinn. Ef markmið að fækka kílómetrunum sem menga og minnka losunina,
það ekki eina leiðin að niðurgreiða rafmagnsbíla til að þeir matsi í verði og fólk velji þá frekar þá bílboði. Og maður veltir fyrir sér af hverju voru þær ekki farnar og af hverju eru þær ekki til umræðu, sko. Og ég get ekki annað að reynda að lesa í það. Og kannski ef maður orðin alveg óbáslega neikvæður og farin jafnvel að eins og Þórhildur segir að komin ykkur svona smá áhætta að fólk fari ykkur lás og halda maður viljengar aðgerðir. Það alls ekki þannig. Ég að tala aðra aðgerðir og eins og ég get ekki annað að lesa í þetta að það séu ákveðna tegundar aðgerðum eða fitta inn í hagsmuni fyrirtækja, þá fljúga þær í gegn, en hinnar ekki jafn hratt, sko. Eru þið ósammála þessu, eða? Ég held sér alveg fínt að við förum ekki eitthvað menningarstríð á milli fólks eftir því, sko, hvernig bíl það á, að niðurgreiðsla á rafmagnsbílum góð í sjálfu sér vegna þess að við þurfum að koma fólki af bensínbílum yfir á rafmagnsbíla, en við þurfum líka að koma fólki af bílum bara yfirleitt yfir á eitthvað annað og þess vegna skipta hlutir eins og borgarlínu sem miklu máli. Ef maður skjóta inn í þarna, markmiðið með lækkuninni og ívilnuninni á rafmagnsbílum að passa að verðpunkturinn sé þannig að fólk velji frekar rafmagnsbíla svo að það séu hærra hlutfall af nýskráningum. Hin leiðin náttúrulega að hækka álögur á hinum bílunum við skráningu og öflun. Skilur, þú getur, það alltaf önnur leið og það er niðurfellingin fyrir sko innflutningsaðal á bílum, hún var fyrir valinu. Það er það sem ég að benda á, það er alltaf önnur leið, sko. Og það einmitt, ég meina, Landvernd náttúrulega búin að hvetja þingi til að hækka kolefnisgjöld og sú umræða hún er rosalega eldfim og ég veit ekki alveg af hverju það en sko það sem mér fara að gruna að þar sé fólk að nota sko fátækara fólk sem einhvern veginn skjöld fyrir sig, segir bara, við getum ekki verið að taka upp kolefnisgjöld því að þá hefur fólk ekki efnaði að vera til lengur. Frekar en að hugsa þess út fyrir kassan og segja, ok, við verðum að taka upp kolefnisgjöld til að jafna þennan balans á milli mengandi og hreinorku. En síðan þurfum við að koma eitthvað sko á móti handa þeim sem að þetta hefur sko efnaðarslega neikvæð áhrif á, fólki sem þetta lendir hart á. Algjörlega. Sammála þessu, sko. Þórhildur, þarf fólk að tipla í kringum ríkakallinn að gera hann ekki reiðan að koma með, þarf fólk að tipla í kringum ríkakallinn, má ekki gera reiðan? Nei, raunverulega ekki, sko, en ég held að sko eins og við bara hafa allir örugglega séð myndina af hjóli á Facebook. Það er enginn sem græðir á þessu. Það er svona mynd af hjólreiðamannunum, það þarf ekki, í rauninni rosalega margar aðgerðir í loftslagsmálum að fólk labbi meira, hjóli meira, sko það er alls konar aðgerðir sem kosta í rauninni ekki mikið, það er enginn að græða þannig það er ekki eins mikið lobbyismi fyrir, það er enginn að lobbyera mikið fyrir að við sem að labba meira. En þú fær rosalega margir lið með þér, orkufyrirtækin, einhverja innviða verktaka til þess að lobbyera fyrir hinu. Þannig ég held að eitt þarf ekki að vinna á móti öðru, en það auðvitað skynsamlegt í ríkisrekstri að nýta þær fjárhagslegur ívilnanir sem skila mestum árangri og mestum sanngjarna árangri. Og við styðjum það alveg 100% hjá Landvernd. Bara góðri og faglegri umræðu þetta. En annars bara finnst mér þetta svona, þetta er svolítið svona, í þessum þættu við höfum kannski ekki það mikið tíma, ég vildi heldur bara ekki bara lendi í þessu rafmagnsbílar umræðu, með þetta svolítið vera svona, að því að loftslagsmálin eru svo rosalega mikið. Við erum að tala í dag erum við bara endalaust með þetta, og við erum að tala hringrásarhagkerfið, en það er ennþá bara að vera að framleiða alls konar drasl sem ekki hægt að fá einhverja hringrás. Við erum að selja þetta, það er engir almennilegir umhverfisskattar, við erum bara komin svolítið stutt á vegum svo rosalega margt, bara eins og byggingariðnaði, og núna sjáum við líka eins og núna að vera að spýta 140 milljörðum í alls konar innviðauppbyggingu, en eru margar kröfur í útboðum umhverfismál. Svo er eitthvað svona langtíma stefnum úrgangsmál 10 ár fram í tímann. En við getum bara gert ótrúlega margt núna. Þannig að ég er ekkert að segja, ég bara segja við þurfum að taka þessa, sko, ég skil, maður svona, svo margt sem mann liggur á hjarta varðandi loftslagsmálin, en það sem sko, við erum bara komin ótrúlega langt á Íslandi, það er 2021,
og fyrsta aðgerðaáætlun Íslands næstu ekki farin að virka. Við erum eina sem erum búin að gera eitthvað eru orkuskipti í samgöngum. Annað bara orð. Við höfum verið að auka losun öll síðustu ár, við höfum ekki staðist við neina skuldbindingar. Það alveg rétt eins og Andri segir, því miður stjórnsýslan í málum, en auðvitað mjög margt, það margt jákvætt búið að gerast undanfarin ár. Að það búið að ákveða líka að hækka markmið samdrátt í losun eins og Evrópubandalagið, það mjög jákvætt. En við viljum að það komi einhverju svona raunverulegar, að við þurfum ekki alltaf að bíða eins og endurheimt votlendis, þetta gríðarlega stórt mál. Það hægt að setja bara alveg rosalega kraft, bara svona eins og var gert bara þegar það var verið að moka úrskurðunum. Akkur ekki bara gerðu sami kraftur til þess að moka ofan í það. Það er fullt af stöðu sem hægt að gera þetta bara strax. Þannig við viljum bara sjá svona meiri bara róttækni í þessu, í öllu, bæði í þessari, það væri bara fjármálaráðuneytið væri núna bara fullu að finna þessar ívilnanir sem skila bestum árangri. Að við erum bara svona svolítið einhvern veginn það að einhverju svona smá putli, en vandamálið gríðarlega stórt og við erum bara mörgum árum á eftir eins og Norðurlöndunum í að gera eitthvað raunverulegt. Getur það verið svona tengt því sem að var verið að ræða hérna áðan, að það sem helst gert það sem að nota ívilnanir, sem svona vinsalar eins og virkar eins og þessi enginn að borga fyrir það, en það sem að þarf að beita sektum eða skattheimtu eða bönnum, að það bara ekki gert og það sem að þarf að bara búa til nýja rekstur, það enginn sem að vinnur við það að móka í skurði, sem getur gert kröfur það ekki skurðar niður mókunar samband Íslands sem að gera kröfur það á þinginu, að það liggur á hakanum, þannig að það helst gert það sem að ýtir undir viðskipti með nýja, með til dæmis eins og rafmagnsbíla, það gert en ekki hitt. Ég held það alveg rétt og ég held að það þarf að gera meiri ef þetta svipa á gulrót og allir eru einhvern veginn að lobbyera fyrir gulrótinni. Við viljum bara öll fá eitthvað æðilega mikið fyrir þetta, en það má ekki beita svipunni eða kröfum og ég held að þarna bara alveg ótrúlega lörgt tækifæri til þess að reyna að beina markaðinum í grænni átt, af því þú verður að gera þetta bæði. Bara með talandi gulrótina, þá svo, það segir svo mikið að í aðgerðaáætluninni sem kom út núna í júní, þá runnu stjórnvöld strax á rassinn með eina aðgerð sem var eiginlega það eina í áætluninni sem var ekki gulrót og það var urðunarskattur. Að bara fara að leggja smá gjald ofan á það sorp sem að er ekki endurunnið og fer í versta mögulega farveg sem að urða, sem losar gróðurhúsalofttegundir og bara, við höfum að forðast eins og heitan eldinn. En þetta, frá júní og fram í september þá dó þessi hugmynd. Þetta var það eina sem átti að vera einhvern veginn að herða skrúfutendaldi á kerfinu. Restin meira og minna allt einhverja gulrætur og það fær ennþá að hanga inni. Og þarna allt í hennu bara gat í áætlunni upp á 20.000 tonna á ári. Mjög gott dæmi. Má ég spyrja, getur þetta verið að þetta sé bara, við erum ekki vel undir þetta búin að taka á svona stóru verkefni að því við erum að koma út úr tímabili nýfrjálshyggjunnar, þar sem að hugmyndin var svo alltaf að lausnin myndi vera þannig að ekki hjá hinu opinbera, heldur yrði fundin upp hjá fyrirtækjum. Við varum alltaf að leita okkur lausnum sem væri svona win-win-win lausnir þar sem allir myndu græða og enginn þurfa að tapa og þetta einhvern veginn að gera þetta sjálfum sér. En þeir eru svolítið að tala svona aðgerðir þar sem að þarf raunverulega bara að breyta viðmiðum og setja á mengunarskatta og þröngva svolítið í gegn út frá almenningsvaldinu, einhverjum framtíð, einhverju samfélagi sem við viljum stefna að. Jökull, þetta vantar okkur kannski svona bara hugmyndir eða hugmyndir ríkisvaldið, hugmyndir markaðin sem við þurfum kannski endurskoða til að geta náð betri árangri? Já, þú veist, ég allavega sé það að ef við ætlum að ná markmiðum okkar þá felur það í sér að mjög mörg fyrirtæki hurðir mun lokast á slatta fyrirtækjum sem að byggja sinn rekstur bara á starfsemi sem að mun ekki lengur eiga rétt á sér ef við ætlum að ná þessum markmiðum. Eins og hverjum, ef ég má spyrja, hvaða fyrirtæki getur það verið? Í hvaða rekstri? Ja, þetta ekkert í hugan, ég bara hugsa bílaframleiðendurna, þú veist, það ákveðin bílaframleiðendur sem eru snemma í kúrfinu með rafbílavæðingu og önnur fyrirtæki munu bara einhvern veginn vera það aftarlega í þeirri þróun og þau munu ekki komið framboðu og allt þetta
og kannski bara eru borgir að þéttast það mikið, það ekki pláss fyrir alla þessa bíla, þú veist, magnaða bílastæðum í Bandaríkjunum rosalega mikið og þetta er ekki sjálfbært skipulagi borg og ef maður horfa mjög langt fram í tímann þá sér maður að kannski verður ekki pláss fyrir þetta magna af einkabílum og þá er ekki svona mikið pláss fyrir svona marga bílaframleiðendur. Stórmarkaðurinn, til dæmis stórmarkaðurinn, það sem ekki hægt að nota nema þú komir bara með þína eigin kerru til þess að versla það. Einmitt, bara svona rekstur sem byggir á samfélagsmynstri sem að mun bara breytast með mikið sko. Margir svona markaðshugsuður mæra þetta ferli svolítið og kalla credit destruction sem að Schumpeter kom með og þetta sé einmitt einn af fítusunum í markaðnum að þú býr til nýjar eitthvað nýtt umhverfi að það getur sett ákveðin fyrirtæki á hausinn og nýju fyrirtæki með ennþá betri hugmyndi þau blómstra. En í flestum tilfellum þá felst það í því að sko kemur ný tækni sem breytir hegðun fólks en þeir eru oftast ekki að hugsa sko einhverjar umhverfiskvaðir eða eitthvað svona kvaðir frá ríkinu sko. En ég held að virki alveg eins og ég held að virki þannig að við berum mikla ábyrgð á að búa til ramman sem að fyrirtæki þurfa þá annarkvort að aðlagast eftir eða að leggja niður reksturinn sinn sko. Þá gengur það ekki eftir. Ég horfði svolítið svona á þetta sko og ég held að þetta gerir það mjög erfitt. Þá horfst ég augu við það að einhver fyrirtæki þurfa að fara á hausinn í þessu ferli. Maður veit ekki alveg hvernig eða nákvæmlega hvenar en þá mætir þetta mótstöðu og ég skil það alveg og ég öfunda ekki fólk sem er að reyna að finna út úr þessu. Þetta er opaslega flókið og stórt og erfitt vandamál sem þú ert að fara að mæta viðspyrnu allstaðar sko. Má ég segja Gunnar af því þú nefndir ég er alveg samanlega sem Jökull segir og kannski eitt dæmi með einhver fyrirtæki sem eftir að fara allan að verða minna vinsælli eru kjötframleiðendur og reyndur bara bændur og ekki bændur en þeir sem eru að framleiða kjöt eru að fara að framleiða eitthvað annað. En ef þú ert að framleiða eitthvað í dag og þín sérhæfni er í því þá langar þér ekki að heyra að það þurfa að vera minna því. En við þurfum bara ríkið þar strax í dag að byrja að stefna að því að búvörusamningurinn sé þannig að við stefnum að bara miklu meiri loftslagsvænni landbúnaðarframleiðslu. En varðandi tvennt sem er win-win varðandi loftslagsmálin, það er náttúrulega stytting vinnuvikunnar og það er rosalega jákvætt fyrir bara samfélagið og bara okkur öll, lýðheilsu fólksins og ekki alltaf að vera með kapítalíska kerfið sem markmið á eitthvað jákvætt. Við getum verið með þetta velsældarhagkerfi eða dónátti eða alls konar einhver önnur hagkerfi. Og mér fannst í raun ótrúlega mikil synd að eftir kreppuna 2008 skildi ekki vera bara róttækari umræða hvers konar hagkerfi eða hvers konar samfélagi að byggja aftur upp af því að stytting vinnuvikunar er bara svo mikið loftslagsmál og það er einhvers staðar búið að reikna út að við eigum ekki að vera að vinna meira en 3-4 tíma á dag í rauninni ef maður ná markmiðunum af því að fólk á Vesturlöndum er í rauninni bara allt og ríkt með við heiminn og við erum að losa í rauninni 3-4 á við það sem er í rauninni 12 tonn í staðin fyrir 3-4 tonn. Þannig og það myndi ég segja að væri win-win fyrir okkur öll. Vinna minna og hafa meiri tíma fyrir að vera út í náttúrunni og gera við og smíða eitthvað skemmtilegt. Þegar ég heyrði þetta fyrst með styttandi vinnuvikunar og loftslagsmálin, þá ég skildi ekki fyrir hver er tengingin. Svo las maður að sömu þetta, það er mjög áhugavert. Sko. Ég hef mjög gaman að þessum punkti, velti þessu fyrir mér. Sko. Með styttandi vinnuvikunar og minni losun. En er ekki þá verið að tala minni ráðstöfunartekjur og þá minnka neyslan eða? Er það ekki punkturinn? Já, jú, og meiri tími bara eins og ég bara þekki það sem móðir að meiri tími í að fyrst svolítið asnalegt að hafa sér ekki tíma til þess að læra að búa til nýja veganréttin eða læra að hafa tíma til þess að fara með hluti í viðgerð eða ekki nógin tíma til þess að labba eða eitthvað. Þannig en ég held að vera gaman að fá aðeins meiri svona reikninga á þessu. Jökull, þú ert svo ótrúlega klár í alls konar svona greiningum að þetta er sem á svona af því það er svo mikil rök inn í umræðina að hafa tölur þetta. Ég heyri það strax að vantar eitt í jöfnuna að ef allir eiga að hafa minna þá verður að auka jöfnun því það er 1/3 sem hefur það svo aumt að hann getur ekki minnka sína tekjur neitt. Þannig að það verður að vera inn í þessu líka aðgerðum að auka jöfnun. Er það ekki? Jú, algjörlega sammála því. Og síðan kannski að fá okkur út úr þessari hugsun sem að ég held að spretti aðalega frá andstæðingum breytinga að það tapist eitthvað við aðgerðir í loftslagsmálum. Stytting vinnuvikunar er mjög gott dæmi það hvað við græðum bara miklu meiri lífsgæði á því að vera ekki að vinna jafn mikið. En allar
almennlegar aðgerðir í loftslagsmálum, þær vinna líka í átt að auknum jöfnuði í samfélaginu, betra og heilnæmara nærumhverfi, þær vinna að jöfnuði á milli landa þannig að við séum ekki að flytja út mengun og ógeð til fátækari ríkja heims. En þessu alltaf stilt upp eins og þetta sé bara nettó kostnaður og byrði fyrir okkur í dag, en ekki það að við séum bæði að auka lífsgæði okkar hér og nú. Þetta er líka bara að tryggja það að afkomendur okkar upplifi ekki margfalt verri heimheldur en þau er skilið. En Andrés, þú situr á þingi þess sem að stefnan er markus og þið eru vel launuð eins og þekkt og þið eru svona einhvers staðar, ég veit ekki hvar þau myndu lenda, ég ætla ekki svona nálægt 90% eða 10% þegar hafa það best svona, allavega með allra best launafólki á Íslandi. Þórhildur dró það svolítið fram hverja væru sem verða að þrýsta á breytingar og það eru hagsmunaaðilar, fjármagnseigendur og eigendur allra stærstu fyrirtækina sem verða að þrýsta á ykkur þetta. Og það vantaði, þú var að nefna það vantaði kannski raddirna fyrir því að gera hluti sem eru kannski ódýrari og skipta kannski fjöldan meiri og þá er ég að velta fyrir mér hvort að þetta geti haft svona áhrif á það að því við byrjum á að tala tvinnbílana þar sem eru verið að kannski að styrkja fólk í þínum launaflokk og þar í kring til þess að flytja ykkur yfir í rafmagnið, það geti haft áhrif á það, þetta er svona fólki sem að þið tilheyrið sem er í þessu. En líka, það sem er langar til þess að velta upp, hvort að vanti ekki sterkari raddir almennings í umhverfismálunum, hvort að þurfi kannski að vera, með nefni eins og verkalýðshreyfinguna, hvort að verkalýðshreyfingin ekki að hafa skýra stefnu í orkuskiptum, í umhverfismálum, til þess að gæta stéttarhagsmunana sem við höfum svolítið nefnt hér. Og ekki að fela kannski umhverfismálin bara í hendunar á fólki sem er bara með umhverfismálin, heldur að vegna þess að það er ekki hægt að fást við þetta nema í því samfélagi sem við lifum í, því að ef við gerum það ekki, þá náttúrulega erum við fyrst og fremst að þjóna í samfélagi sem við vorum kannski svolítið að lýsa, að séu hinn betur setta launafólk sem að leysir málið í sátt við hinn svokölluðu hagsmunaaðila sem eru náttúrulega bara hinn ríku og auðvitað. Já, fyrst með hvað við getum kallað fattleysið hjá þingmönnum að vera kannski að fókusa dálítið á fólk eins og þingmenn þegar kemur að svona ívilnunum til einstaklinga. Ég held að það sé bara afleiðing af því að ákvarðanir á þessu sviði, svona aðgerðir í loftslagsmálum og því tengt, þær byggja allt of lítið á einhverju þekkingu, einhverjum sérfræðigögnum, einhverjum greiningum, bara vegna þess að aftur stjórnsýslan er ekki til staðar, það er ekki til þekkingin í kerfinu til að nesta okkur nægilega til að við getum tekið ákvarðanirnar á einhverjum upplýstum grunni og þá bara bakkar fólk aftur í eitthvað comfort zone þar sem að það hugsa fólki sem það hittir í fjölskylduboðum eða vinina og bara fólki í kringum sig, fólk eins og sig og þá meika svona aðgerðir alveg sensa því að ég held að allir þingmenn eiga mákonu sem á tvinnbíl og eru að spája að kaupa sér rafmagnsbíl og eitthvað svoleiðis. En kannski dálítið færri sem að dreymir að eignast svona rafknúið kargóhjól til að geta komist með krakkana upp í Heiðmörk. Og það er einmitt mjög lýsandi að við vorum komið með ívilnun á rafmagnsbíla mörgum árum áður en við fengum sambærilega ívilnun á rafmagshjól eða hjól yfir höfuð. En leið og hún kom, þá bara allt í einu var sprenging í sölu á reiðhjólum af því að fullt af fólki vill geta leyft sér það að eiga bara gott í og úr vinn og gert allt sitt daglega á hjóli. Og síðan hitt varðandi verkalýðshreyfinguna, þá er það lykillinn að einhverjum svona breytingum og þar erum við náttúrulega búin að sjá rosalega breytingu á undanförnum bara örfá árum. Ég meina við munum hvernig það var þegar að Kárahnjúkavirkjun var á teikniborðinu og þegar voru með rammaáætlun í umfjöllun fyrir nokkrum árum að hörðustu virkjanasinnarnir koma oft innan úr verkalýðshreyfingunni sem er alveg bara galið. En nú er það algjörlega, nú er búið að snúa því algjörlega við og verkalýðshreyfingin ætlaði ekki ASÍ að vera með þemað á aðalfundinum núna í vetur sem þurfti að fresta út á COVID átti það ekki að vera mitt sanngjarn græn umskipti vegna þess að þetta snýst ekki bara lífsgæði alls almennings heldur snýst þetta að búa okkur í haginn fyrir umskiptin sem verða að eiga sér stað þau munu eiga sér stað ef við lendum bara fullum krafti í hamfarahlýnun þá verða þau eins vond og hugsast getur en ef við náum að afstýra þeim
þá þurfum við að sigla öllu atvinnulífinu í ný verkefni. Ég meina, það verður fullt af kannski ekki hægt að setja putta nákvæmlega hvaða fyrirtæki munu hægt að vera til í einhverju grænni framtíð, en fullt af störfum sem að það sem fólk þarf að læra nýja hluti. Augljóst að það dæmi væri kannski rafvirkinn sem þarf alltaf að læra að setja upp hleðslustöð fyrir rafbíl út allt eða bifreiðavirkinn sem þarf að læra að gera við nýja bíla, en það verður fullt af vinnandi fólki sem þarf að læra nýja hluti til að komast almennilega af í þessu nýja samfélagi. Ég held að ef það er eitthvað sem að því nú erum við að tala svona win-win og gera það svolítið jákvæðara, þá vantar alltaf líka bara svolítið stór græn verkefni sem að bæta almannagæðin, og ég velti mikið fyrir mig með aksturum milli landshluta. Kannski myndi það búa til aðeins jákvæðara umræðu orkuskipti og allt þetta, ef að hugmyndina væri ekki bara ívilnanir okkur svona, heldur ný verkefni þar sem að mér finnst hundleiðilegt að keyra til Akureyrar sjálfur og vera einhvern veginn skítrættur á þjóðveginum, ef að geta farið í svona rafknúna rútu sem ógeðslega flott, og fer á 2 tíma fresti og bara flott almenningsgæði og gera fólk spennt fyrir því, og flotta skiptistöð þar sem BSI og tengist inn í borgarlínu og samgöngur á flugvöllin, og teikna upp svona flotta sviðsmynd sem fólk fattar bara þetta verði frábært. Þetta var miklu líkara almenningssamgöngukerfi milli landa á meginlandinu, og bara að uppgreita þetta allt, að í þessu græna ferli geti orðið eitthvað svona stórt uppgreit. Þá held ég við sem svolítið að tala saman, að þetta sé ekki bara svona verið að rífa niður eitthvað sem má ekki, heldur bara eitthvað alveg nýtt og skemmtilegt að fara að gerast í þessum orkuskiptum, og öllum hinum grænum málunum. Samfélagið okkar náttúrulega bjó til hitaveituna sem náttúrulega glæsilegasta orkuskipta aðgerð í heimi, og það gátu við. Þetta var bara á 3. áratugnum held ég og 4. áratugnum sem að þetta var skipulagt og framkvæmt, þannig að þú kannski stingur upp á því að við höfum að fara að svara því hvað er hitaveita Reykjavíkur okkar kynslóðar. Já, stórt samfélagsverkefni sem að gera þetta spennta. Það má líka kannski koma aðeins inn á þetta með svona jákvæðar lausnir fyrir bara alla, það líka þessar deililausnir, og ég held að eins og það var þá, ég sjálf búið alveg 16 ári í Noregi, þannig að við vorum hlutað svona deili bílahagkerfi, og þá hafði maður fyrir mjög lítinn pening, það var svona non-profit bíladeili kerfi, það var bara allir fengið aðgang að í rauninni risastórum fjölskyldubíl yfir helgi. Að vera ekki alltaf rafmagnsbíl, en það er bara miklu ódýrara fyrir samfélagið að framleiða kannski 40-50% færri bíla, bæði innviðarlega séð og bara framleiðsluna á bílunum séð. Þannig að mér finnst það vera svolítið og líka gegnum að leigja sumarbústaði, í staðinn fyrir allir sem að byggja sín eigin kofa út alltaf, og bara, mér finnst alls konar svona deililausnir vera líka einhvern veginn að auka lífsgæði bara sem flestra, og þetta er rauninni líka bara vinn-vinn lausn, af því að ég held að kannski ástæðan fyrir ég var að tala þetta með skotgrafir áðan er að við erum bara komin svo stutt í loftslagsumræðuna á Íslandi að við megum bara ekki við því ákvað. En ég var ekki að meina að það var eitthvað þannig hér, en ég bara segja að við þurfum einhvern veginn alveg ótrúlega svona halda áfram, af því að það er búið að vera vitundarvakning, þurfum að halda áfram einhvern veginn að vinna á henni og tala að við erum að fara inn í loftslagsvænna samfélag sem er betra samfélag, það sem hægum aðeins á okkur, upplifum aðeins meira og erum bara, líka með meiri jöfnu, en ég held að jöfnuð sé líka bara, þessi alheimsjöfnuð sem er náttúrulega mjög mikilvægur, en þetta þarf að vera rauð þráðinu líka í gegnum allar aðgerðirnar og stjórnvöld mega held í huga dálítið mikið betur að þessu, af því að þetta er, eins og ég sagði, kraftanir í samfélaginu, það eru þeir fjársterkustu sem eru með mesta lobbyismann. Við skulum halda uppi því samtali og ég mun leita til ykkar seinna að halda uppi því samtali við rauðaborðið, kannski kvöldu það grænaborðið, ég veit það ekki. Það sem við ræðum einmitt umhverfismál og í ljósi jöfnuðar og fleira sem það þarf að vera. Samfélagslega verkefni svo hitaveituna og þegar þið voru að tala datt mér í huga við líka samfélagi sem að byggðu allar svo sundlaugar og fleira, þannig að við eigum þetta í sögunni sem við getum vísað til að það eru mörg dæmi sundlaugur náttúrulega bara deilihagkerfi, þar sem við deilum uppalega var það nú bara
að deila baðinu, en nú deilum við að líkafsræktinni, það er í gegn. Herðu, en ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna við Rauðaborðið í kvöld, Þórhildur, Andrés og Jökull. Ég þakka hlustendur fyrir að stoppa hérna og hlusta á okkur. Minni á að Rauðaborðið heldur hérna áfram. Ætli við verðum ekki með umhverfismál á sama tíma eftir viku. Ég ætla að setja mig það. Takk fyrir í kvöld. Takk.